Raka, sýn ykkur aðeins hérna varðandi Inkscape og hvað ætlum að gera á verkefnum og svara nokkur spurningum sem þið voru með í tíma. Við byrjum á að fara hérna í File og Document Properties. Hérna breytum við þessum einingunum yfir í sentimetra. Þegar við ætlum að búa til ykkur ákveðna stærð. Þessu breytum við líka í sentimetra. Og það sem ég setti hérna inn var að breytin hérna ætti að vera 60 og hæðin 30. Það þarf ekki að gera þetta, en þetta er gott bara til að sjá svona hvað viðurinn er stór sem fer í hérna laser cutter. Nú, það sem við vorum síðan að gera var að maður getur teiknað hérna, maður getur notað hérna kassa hérna. Það er til dæmis einfalt, maður getur sett það svona. Nú, þið sjáu hérna er þessi bláa fylling og hérna er blár litur. Okay. Það sem getur gert til þess að breyta þessu er að maður getur farið hérna í Object og Fill in Stroke. Þið munið nota þetta svolítið oft. Nú ok, þá poppar upp hérna gluggi hægri megin og það er mjög mikilvægt fyrir ykkur að skoða nánar þetta Fill og Stroke Paint. Fill, það er þessi bláa fyllingina og við getum breytt þessu bara í hvað sem er hérna svarta eða gult eða eitt eða átt. Og það sem Fill gerir þegar við setjum þetta í prentarann er að hann mun brenna viðinn. Það er að segja hann sker ekki gegn svona litar hann. Allar myndir eða slíkt eða texti, það er oft með svona Fill. Okay. Ég get líka slökkt á þessu Fill og ef ég skoða Stroke Paint þá eru það útlínur. Þannig að þarna erum við með útlínur á kassanum. Og það virkar þannig að allar útlínur eða línur bara að þar sker prentarinn alveg gegn. Þannig hérna myndi prentarinn skera þennan kassa í gegn. Við getum alltaf slökkt á því þegar við viljum að hafa það hérna inni. Þannig að ég ætla bara að hafa þetta bara svona. Þannig að ég er með hérna minn kassa hérna og ef ég smetla á hana þá get ég breytt stærðinni hérna. Ég get líka, ef ég vil hafa þetta ákveðna stærð, og þá get ég breytt hérna hver er staðsetningin á kassanum. En kannski ennþá mikilvægt það er hérna þetta tvöfaldað sem er width, það er breiddin á þessum kassan. Ef ég er að búa til stand fyrir símana þá verð ég að athuga hvað er sími minn breiður, kannski 6 cm eitthvað, hæðin 12, setta hérna. Nú ef ég smelli aftur á það, þá get ég farið að snúa þessu, ef ég vil gera það. En ég ætla ekki að gera það, þannig að ég ætla bara að fara hérna í Edit og Undo. Nú, það sem getur líka gert hérna er ef maður tvísmellar á hann. Þá birtist hérna nokkrar tölur og þetta RX sem ég langar að benda ykkur á. RX er það að setja svona mjúk horn eða svona rúna horn. Ef við setjum eitt hérna og eitt hérna, þá sjáum við að koma svona, sér ekki alveg vel, það kom 3. Og hérna sjáum við nánar hvað maður gerir. Yfir í Undo hérna og Undo aftur. Ok. Síðan það sem getur líka gert hérna, það er að teikna hérna hringi. Nú, maður getur teiknað hring hvernig sem er læginu, en ef þið vilja að sé svona perfect hringur, þá getur þið haldið inn í Control. Þá getur maður, þið sjáu, þá er hann svona alveg heldur, þá er þetta perfect hringur, svona að segja. Nú, ok, hérna er ég með 2 tákn, þannig kassa og hérna hring. Ef ég myndi vilja að skera þetta út, þá myndi hann skera hérna hringinn hérna, skera hérna líka og þetta væri kannski ekki alveg þess að ég myndi vilja fá út. Þannig að það sem maður getur gert er að maður getur ljómað þetta allt upp og sameinað þessi 2 tákn. Þá fer maður hérna í Path og hérna alls konar features hvernig maður getur til dæmis að skoða þetta Union og þá verður svona til. Og ef við gerum hérna Undo þetta, þá er líka hægt að gera hérna yfir í Path og ef við gerum Difference og þá kemur svona út. Undo og ef við skoðum eitthvað fleira, Intersection, þá er það bara sá partur sem þetta skerst saman og svo framvegis. Nú, við teiknum inn annan kassa hérna, maður sjá hérna, og ég vil kannski hafa annan kassa hérna. Nú, það sem við gerum oft
er að við viljum oft hafa svona hluti eins og þennan litla kassa. Við viljum ekki hafa hann einhvers staðar í miðjunni á stóra kassanum, einhvers staðar hérna. En ef maður gerir þetta með út frá augunum þá er þetta ekkert alltaf fullkomið. Þannig að við sem sagt ljómum upp hvoru tveggja og förum hérna í Object og hérna neðst niðri, Align and Distribute. Þá opnast hérna nýr kassi og hérna getur maður smelta mismunandi hluti. Þannig að hérna til dæmis, Center on Vertical Axis, og þá sjáum við að þá færist þetta litli kassinn hann sé akkurat í miðjunni stóra. Maður getur líka smelt hann hérna, að þá er hann sem sagt, þá er litli kassinn í miðjunni á sem sagt, miðju kassans sem sagt upp og niður, lóðrétt. Þá sjáum við að þá færist hann upp. Þannig að hann er hann akkurat í miðjunni. Svo getur maður líka bara að prófa þessu áfram, sé hvað gerist hérna. Maður er að færa kassan hann að sé út í enda og eitthvað svona fleiri í þessum dúr. Þannig að hérna ef við myndum gera þetta, að þá myndi prentast út hérna, þá myndi að skera út hérna kassa og þá myndi skera líka hérna gat í þennan kassa. Þannig að það væri svona plata með gati í miðjunni ef við myndum gera þetta. Nú, það sem þið mörg eitthvað voru að gera, að það var að þið voru með einhverja ákveðna mynd. Þið fóruð á netið mörg eitthvað og þið fóruð á Google Images. Sem sagt, ef ég leit hérna bara fugli, börn, og þið tóku eitthvað svona mynd sem var, eða sum ykkar tóku kannski svona mynd og þið vildi kannski bara fá útlínunar á myndinni. Nú, þannig að þá tókum við bara einhverja mynd hérna, tökum bara þess að hérna alveg eins og við hérna seifum þetta og við seifum þetta desktopinn, þetta heitir bara eitthvað fugl. Ok, síðan förum við yfir í Inkscape og við förum bara hérna í File og Import og förum hérna á desktopinn og þarna er þessi fugl. Svo bara ok hérna og þarna er þessi fuglinn okkar. Zoomum kannski aðeins inn á hann. Og nú, ef við viljum hafa sem sagt skera út útlínur fyrir fugl. Það er þess að við viljum ekki brenna. Við viljum engan á því að brenna eitthvað í við viljum bara hafa útlínur á fugli. Þá þurfum þess að breyta þessu. Þannig að það sem gerir þá er að við förum hérna í Path og Trace Bitmap. Sem bara smetla OK. Nú, þannig að ef við prófum hérna að færa þetta eins, eða bara já, smetla OK hérna. Við loka þessu. Við færum þetta til að sjáum að það er búið að koma hérna nýtt afrit. Og ef ég smetla á þetta, þá sjáum við stendur hérna image. Þannig að þetta er bara myndir sem ég fekk á Google, engan á henni, hendum henni út. Hérna er síðan hlutur sem ég get breytt fill og útlínum. Þannig að munum frá því áðan, maður fór í Object, Fill og Stroke. Að þá, já, þetta er hérna. Þannig að ef ég fill, ég vil ekki hafa neinan, ég vil ekki brenna útlínur, eða brenna myndina fuglinum. Slekka maður á fillinu og ég fyrir mig Stroke Paint og ég kveiki á útlínunum. Þannig sjá hérna. Þannig ef ég myndi setja þetta í lasercutter-inn, að þá myndi ég fá bara viðarplötu, eða já, sem væri í laginu og fugl. Þá myndi ekkert brenna hérna. Og já, þannig virkar það. Það var nokkur eitthvað voru einmitt að ströggla með þetta. Þannig að við bara smeltum á myndina, fórum í Path og Trace Bitmap og síðan smeltum bara á OK. Segjum þetta gott í bili.